Bloodborne er mættur í Elko. Þú mætir þínum helsta ótta í hættilegum heimi þar sem hætta, dauði og brjálæði er handað við hvert horn. Þriðju persónu hasarleikur með roleplay ívæmi. Lentur í Elko. Here we go! Verið velkomin í Game TV, en við Hvað er að sjá þig núna? Ég er bara, við erum að fara í að fjalla Fast and Furious leikina. Og hvað áttu að vera? Ég er bara eins og Vin Diesel. Nei, þú ert eins og gleðikona sem er búið að stinga prik upp í raskandi. Hvað er að ég? Gleðikona? Ég meina, ég er bara, þú veist maður, bara þarf að setja sig í hlutverk. Þú og Vin Diesel Ég er að búið til sjónvarp. eru svo svart og hvít. Nei. Þess vegna er ég í svörtum hlýraból. Wow. Til mótsvegar hvíta hlýraból þér. Já, ok. Af hverju er ég farin að afklæða mig í Game TV? Jú, því að þú ert að vera búið til skammar. Já, ok, sorry, en ég sé það núna, þú ert sko bæði sköllóttur, þú ert massaðan en ég Takk. og í hlýraból. Takk. Þannig að ég veit ekki af hverju ég var að kaupa þetta og þetta. Það vantaði að greina nokkur hestöflu þig. Það er allavega. Og hvað er þetta? Þetta er bara svo smokkur á mig. Wow. Ilmsvipa. Stóð hesturinn frá Söðakróki hefur talað. En allavega, við ætlum að fara yfir leiki sem hafa verið byggðir á Fast and Furious myndunum og þeir eru ófáursverðir. Ég held að hefur eftir að spila Fast and Furious tölvuleik. Hefur spilað Fast and Furious tölvuleik? Hefur eftir að spila? Já, nei. Skinn á skinn. En ég hef allavega ekki spilað á marga, ég spilað á nokkra. En fyrsti leikurinn, hann kom út árið 2004 sverir. Hann kom út í spilakassa og var reynda þekktur undir nafninu Wild Speed í Japan. Já. Því að þar hafa myndirna greinilega ekkert verið að taka Wild sig rögg þar. Speed. Já, leikurinn var gerður af Raw Thrills. Það er nú eitthvað fyrirtæki sem enginn heyrt af. En þetta er bara svona spilakassaleikur. Já. En hann var gefinn reynda seinna út fyrir Nintendo Wii tölvuna. Veisla. Undir nafninu Cruisin. Nintendo Wii, ok. Já, bara byggður á þessum leik. Nú, svo næsti leikur kom bara 2 árum seinna, árið 2006. Það var leikur sem ég spilaði, Fast and Furious Tokyo Drift. Já, Hann kom bæði ég hef spilað hann. Já, hann spilaði á PlayStation 2 Já. og PSP. Varstu eftir PSP? Já, ég spilaði á PSP. Svakalega vel. En það var svona bara, maður datt þarna inn, hann náttúrulega fylgdi söguþræði myndarinnar, Tokyo Drift. Og menn voru bara eitthvað að þvælast það í Tokyo bara, en hann var talinn algjör sorp þessi leikur, fékk að meðaltali 59% dóma sem var alltaf viðbjóður. Það er bara viðbjóður. Þín meðalengur í Já, lífinu. en menn allavega ákvaða að hætta ekki Já. og gaf út seríu af Fast and Furious leikjum á bæði iOS og Android. Ok. Og fyrsti þeirra heitir Pink Slip, Fast and Furious Pink Slip og þar lagði maður bílana undir, kannski svo nafni gefið til kynna. Hann kom út árið 2008 og þóttur ágætur, fekk meðal hans 8 af 10 hjá IGN fyrirtækinu. Ok, það er Og maður gæti lagt undir bæði online eða móti tölvunni, lagt undir bílana og sá sem tapaði þurfti að taka strætó heim. Það er nú bara þannig. Og hvað gerir maður svo? Já, bara, svo verður bara að vinna henni pening fyrir nýjum bíl, leggja hann undir og þannig hélt áfram. Nú, árið 2010 datt svo inn leikurinn Fast and Furious Adrenaline sem var líka fyrir bara iOS stýrikerfið og hann var að fá svona aðeins yfir meðalagi, 6,5 í einhvern, ekki sérlega góður, en þarna verður að keyra á samkeppni milli Dom, sem er í myndunum, og Brian. Það verður svona söguþráðun, eitthvað svona samkeppni þeirra á milli á göttunum sem ökumenn, það er bara þannig. Nú, svo var það bara næsti leikur, kom út árið 2011 og það var Fast 5, The Movie Official Game. Þá var náttúrulega 5. myndin á dettin, það var svakaleg. Og hann fekk 81% á Metacritic. Nú, þeir eru að vera mjög dekki. gott, já, þarna duttur í gírinn. Og þarna fara leikmenn í hlutverk Brian O'Connor og hann þarf að setja saman hóp ökumanna og gera allt eins og í myndinni sem er náttúrulega bara mjög basic, þessar myndir eru allar eins. Samt vel gert að fá 8 fyrir kvikmyndarleik. Já, það er mjög gott, það er nú ekki margir sem gera það. Nú, Fast and Furious 6 The Game kom svo út 2013, bara leið og myndin og hann kom út líka á bara iOS og Android og menn fara þarna til London og taka að sér alls svona verkefni og svona heist eins og er í GTA núna til dæmis, að ræna einhverju drasti og gera eitthvað svona dót. Þannig að það eru Lundunir sem detta þar inn og hann fékk ágætisdóma, ekki sérlega góða. Nei, allt í lagi. Já. Nú, sama ár þá datt leikjaserían í sína verstu dífu bara í mannaminnum, en þá kom út leikurinn Fast and Furious Showdown. Hann kom á til dæmis PC og eiginlega alla leikjartöflunar og hann var algjör viðbjóður, en leikurinn fekk 22% meðaltali dóma og þótti bara eitt af versta sem bara til er þegar kemur að bílaleikjum. Algjör viðbjóður. Og hvað segir þú? Hvað segir það? Ég veit ekki, þetta var álíka spennandi leikur og saga sér hendina með bitlausum hníf, hann var ömurlegur. Og menn ferðast bara heiminn og öllum sama. Já. En þeir eru aðeins búin að skafa skítinn úr buxunum, af því að þeir eru núna til dæmis gáfu út í tengslum við nýju myndina.
aukadisk fyrir Forza Horizon 2 í Xbox One og Xbox 360. Ok. Þú getur spilað svona Fast and Furious bíla inn í Forza Horizon 2 leiknum sem Það er er náttúrulega sniðugt. einn flottasti bílaleikur allra tíma. Já, það er sniðugt. Og það er eitthvað að virka ágætlega, þetta er svona eins og bara svona eitthvað gadget fyrir myndina. Já. Ekkert rosalega merkilegt en svona virka vel fyrir þá sem fíla Forza. Ok. Og svo kom nýr leikur auðvitað fyrir iOS og Android. Það er búin að vera í yfirvinnu og hann heitir bara Fast and Furious Legacy. Af því að nú er ekki myndirnar að hætta þeim. Já, það er... Allavega. Held að. Eitthvað, allavega, það er náttúrulega lenti í ykkur vissi. Já. Sér það sko, ef þú skoðar samt stöðuna, þá á allir iOS og Android leikirnir, þeir hafa fengið góða dóma. Já, reynd. Á meðan að leikjavélarnar hafa fengið slæma dóma. Já. Þannig að við erum að tala þetta getur verið góða leikur. Já, þetta getur verið gott. Hann er sem sagt nýkominn út og þar eru menn bara, þetta er svona, menn er að líka nú við Burnout. Það er nú ekki Já, slæmt. nei, Það er bara að vel segja gert. þessi bara eins og svona bara Burnout leikur í Fast and Furious umhverfum. Þannig að þeir sem vilja kynna sig betur Fast and Furious ættu nú bara að fara inn á App Store eða Android. Já. Google Store, hvað þetta heitir. Já. Og þar ættu nú að finna megnið af þessu rusli. En látið leikjatölvu útgáfurnar algjörlega vera. Já, ég held að. Það eru örugglega álíka lélegar og já, bara ég að reyna detta í Vin Diesel gírinn, eða ekki? Var þetta ömurlegt? Nei, þetta var ágætt. En jú, þú ert svona svipar á nýja leikurinn. Það var það? Burnout. Þetta er fárlega vel gert. Má ég snerta þig? Nei, ég held ekki. Skinn á skinn, er það við? Nei, ég vil líka sveittur undir höndunum sko. Aha. Bloodborne er mættur í Elko. Þú mætir þínum helsta ótta í hættilegum heimi þar sem hætta, dauði og brjálæði er handað við hvert horn. Þriðju persónu hasarleikur með roleplay ívæfing. Lentur í Elko.